Sæl og blessuð, ég Frans og þetta eru bambahús. Bambahús eru smíðuð úr stálgreind og 10 mm einangruðu gróðurhúsaplasti. Bambahúsin eru 6,6 fermetrar á stærð eða með alltaf 9,3 fermetra af ræktunarplassi en notaðir eru báðar hæðir. Fyrstu bambahúsin birtust á gatnamót Bolungarvíkur sem gjöf til íbúa jóladag 2019. En sá vetur var eitt sá versti sem íbúar hafa upplifað, en bambahúsin stóðu sér allan vind enda rosagóð smíði. Bambahúsin eru einstaklega notendavæn því að mest af gróðri hægt að hafa í vinnuhæð og með lýsingu og hita hægt að nota húsin allt árið kring. Hvort sem fólk vill fara í mold, vass eða fiskrækt henta húsin fullkomlega. Þannig að húsin eru frábær hvort það sé fyrir atvinnu, heimili eða kennslu. Bambahúsin auðvelt að lengja með því að setja þau saman og einnig hægt að hafa kósí svæði inn í þeim með engum gróðurkerjum þar sem hægt að setjast niður og njóta hitans. Bambahúsin hægt að setja niður hvar sem Það eina sem þarf sléttan flöt undir. Það engin þörf á neinni jarðfestu. Á sama tíma eru bambahúsin létt og auðvelt að færa til. Þannig að hægt að hafa á einhvern stað í einhvern tíma en síðan ákveða annar staður lítur örugglega betur út. En hvað annað rosalega merkilegt við bambahús? Þarna ég og systur mínar við verkefni sem við gerðum sumarið 2014 að smíða gróðurhús aðeins úr efnum sem átti að henda, eins og gömlu gleri, spýtum og tunnum. Það sem þetta hús og bambahús eiga sameiginlegt einmitt það að þau eru búin til úr efnum sem átti að henda. En hvað eru bambahús búin til úr? Eins og nafnið gefur til kynna búið til úr bömbum eða 1000 lítra EBC-töngum. Þessi tankar eru notaðir til að flytja inn vökva til landsins en síðan eftir eina notkun þeim hent. Með 7 svona bömbum hægt að búa til 6,6 fermetra stórt gróðurhús með alltaf 9,3 fermetra á ræktunarplassi. Það eru fluttar inn þúsundir af svona bömbum til landsins á ári, bara svo til þess að vera hent fyrir milljónir króna. Með 1000 svona bömbum hægt að búa til 142 gróðurhús með þá í það minnst 1320 fermetra á ræktunarplassi. Ekki miklu meira virði að í staðinn fyrir að henda þessum bömbum fyrir ofsalega mikið af peningum frekar búið til gróðurhús þar sem sagt þá að nota rosa mikið af ræktunarplassi. Við einmitt núna í skemmu á Gufunesi á skapandi byggð á vegum Reykjavíkurborgar. Þið eru hér að sjá einnota umbúðir verða verðmætari við breytt ástand. Þannig að bambahúsin eru frábær, en þar sem við ættum klárlega að byrja hjá börnunum og kenna þeim ræktun og hvernig umbúðir geta breytt form. Með því að setja ofuráherslu á að kenna börnum nýtingu verðmæta og ræktun erum við svo sannarlega að færast til betri tíma. Fjárfesting í gróðurhúsi skilar sér margfalt og ekki bara í hollu og góðu grænmeti, heldur líka í gleði, friði og sannri tengingu við náttúruna. Barn sem ræktar kál, borðar kál. Takk fyrir.